Í. Komið þið sæl og verið velkomin á þessa síðustu málstofu Hagfræðistofnunar efnahagslega árið COVID-19. Í dag ætlar Þórólfur Matthíasson að ríða á vaðið, hann lokar hringnum og fjalla mögulegar endurbætur á launakerfum sem viðbragð við COVID-19. Þórólfur er prófessor við Hagfræðideild Háskóla Íslands og hann mun fara með yfir erindi sitt á 10-20 mínútum. Síðan höfum við Sveinn Agnarsson, prófessor við Viðskiptafræðideild og Svein Hjört Hjartarson, hagfræðing með okkur í pallborði og þeir munu þá taka við af Þórólfi og gefa sitt álit og innsýn á málið þegar hann hefur lokið sinni yfirferð. En ég held að sé ekkert meira sem við þurfum að koma á framfæri, bara gjör svo vel, Þórólfur. Já, þakka þér fyrir það, Ágúst, og þakka fyrir kynninguna. Ég lofaði að vera alveg örugglega 20 mínútur en ég þarf kannski að slá aðeins í klárinn ef ég á að klára dæmið þannig. En við skulum bara fara yfir umfjöllunarefnin. Ég ætla aðeins að tala laun og launakerfi, markmið hlutaskiptakerfa, fjalla pínulítið launaþróun sjómanna og starfsfólks í samgöngum og setja fram einhver stílfærð sannindi kjarasamninga flugfólks og annars fólks og koma svo með einhverjar ályktanir. Og já, byrjum almennt laun og launakerfi. Laun eru skilgreind sem greiðsla til starfsmanns fyrir þjónustu sem starfsmaðurinn innir af hendi í þágu vinnuveitanda. Og það kallar þá á tvenns konar viðfangsefni sem þarf að leysa. Það þarf að mæla þjónustuna og það þarf að verðleggja hana. Mælingin getur verið í formi þess að skoða aðföngin, það er að segja hvað marga tíma til dæmis ráðstafað í þágu vinnuveitandans, eða að það sé litið á hver afköstin eru, hver niðurstaðan verður úr þessari þjónustu sem starfsmaðurinn veitti. Þannig að það hægt að gera þetta með misjöfnum hætti. Og alveg óháð, ekki alveg óháð þessu, en önnur vídd á þessu vanda að verðleggja þjónustuna. Eitt að finna magnið, annað að finna verðið á þessa þjónustu. Það hægt náttúrulega nálgast verðið á vinnuafli út frá einhvers konar jafnvægi á markaði og horfa á skort eða ofgnótt vinnuafls og vinnuveitandi getur verið að hækka og lækka verðið í samræmi við það hvort að hann fær nógu mikið aðstreymi af starfsfólki eða hvort að það er biðröð fyrir utan dyrnar hjá honum og að biðja vinnu þá gæti hann kannski lækka verðið eitthvað. Þetta ein aðferð. Önnur aðferð að horfa á endurframleiðslu kostnað vinnuaflsins. Þetta svona dálítið afleitt af pælingum Karls Marx og þá kannski spurt hvað þarf til þess að framfleyta fjölskyldu. Þetta sjónarmið hefur fengið aukið vægi í almennri umræðu á Íslandi og sem sagt hvað þarf til þess að framfleyta fjölskyldu spurning sem var spurt til dæmis í kringum lífskjarasamningana. Ég ætla ekki að fara dýpra ofan í það má ýmislegt tala alla þessa hluti. Markmið vinnuveitandans við gerð launakerfa eru náttúrulega margþætt. Hann vill draga réttu starfsmennina til sín. Það ekki gott að hafa ólagvissa píanókennara þannig að kerfið þarf einhvern veginn að verðlauna þá sem þannig að þeir séu að leita sínum hlutfallslegu yfirburðum. Það þarf að hvetja starfsmenn til að veita vinnuveitandanum sem verðmætasta þjónustu stundvís og iðjusemi verður að borga sig. Menn horfa líka til þess að efla starfsanda á vinnustað. Launakerfi má ekki skapa óþarfa illindi og streitu og þau þurfa að vera auðskilin þannig að starfsmaðurinn skilji hvað að gerast þegar hann fær launaseðilinn sinn í hendur. Og það náttúrulega eitthvað sem
ekki alltaf uppfyllt og menn meira sér hafa fengið hér vinnu hérna launaseðla sem eru á tungumáli sem við skiljum ekki. Nú, ef við lítum á helstu launakerfi þar sem litið til samtímagreiðslna, ég ætla ekki að tala tafðargreiðslur sem sagt eftirlaunakerfi sem hluta af heildarlaunakerfinu neitt þess áttar, það mjög flókin umræða, en af samtímagreiðslunum sem það sem hefur áhrif á launaseðilinn í lok næstu viku eða lok næsta mánaðar, þá erum við að horfa á fastlaunakerfi og þar yfirleitt litið til einstaklings. Þá föst summa greidd ef ákveðnum lágmarksskilyrði uppfyllt, svo erum við með ákvæðisvinnukerfi sem getur beinst að einstaklingum eða hópum. Þá föst upphæð greidd fyrir framleidda einingu. Annað svona svipaðs eðlis bónuskerfi og þá horft kannski á fleiri hluti heldur bara fjöldi eininga sem eru framleiddar, gæði eða jafnvel á önnur markmið sem að fyrirtækið hefur, hagnaðarmarkmið eitthvað þess háttar. Og svo eru hlutaskiptakerfin, yfirleitt miðast það við hóp en þó ekki alltaf. Launþeginn fær þá hluta af söluverðmæti eða hagnaði. Þetta mjög vel þekkt í alls konar sölumennsku, bílasalar, fasteignasalar eru mjög mikið svona launaðir og svo þekkjum við hlutaskipti úr sjávarútveginum eins og ég kem að á eftir. Nú, áskoranirnar eru margar. Ég dregi fram hérna þætti sem að eru dálítið mótsagnakenndir. Framleiðni og launakerfi vinna saman, fastlaunakerfi með yfirvinnugreiðslum hvetur til langrar viðveru en ekki endilega mikilla framleiðslu. Ákvæðisvinnukerfi hvetja til mikilla framleiðslu, það getur dregið úr gæðum og bæði einstaklings- og hópbónuskerfi geta eyðilagt starfsand á vinnustað. Ég man eftir kjarasamningum fyrir svona 25 árum sem að Sveinn Hjörtur man ábyggilega betur eftir en ég, þar sem að markmiðið var að losna við ákveðin bónuskerfi og frystihúsunum. Nú, hlutaskipti geta leyst sum af þessum vandamálum og hérna þeir sem hafa svona verið helstu talsmenn þeirra, þeir benda á að hlutaskiptakerfi og hagnaðarskiptakerfi geti aukið framleiðni vegna þess að launþegi sé líklegri til að hlaupa hraðar ef hann fær hluta af ávinningnum við það. Í gegnum hagnaðarskiptakerfin að þá fær launþegi umbun fyrir að vanda sig. Ef að verðmæti framleiðslunnar eykst, þá eykst líka launin sem að hann fær borgað. Á móti þessu hafa menn talað einn yfir enn vandan, það að segja að launþeginn sé að skipta ávinningnum af því að hlaupa hraðar með öllum hópnum. Það niðurstaðan í einleiknum leik en þetta ekki alveg jafn gefið í margleiknum leikum eins og leikurinn á vinnustaðnum er. Nú, síðan eru aðrir eiginleikar sem að Martin Hayden Weitzman lagði mikla áherslu á upp úr 1980, þá ferðaðist hann eitt hringi kringum jörðina með bókina sína Share Economy og hann sagði ef að allir fara yfir á það að nota hlutaskipti eða hagnaðarskipti sem hina almennu reglu, þar sem að ekkert lágmark á vinnuaflskostnaðinum, að þá verður vinnuaflseftirspurn nánast ómettanleg. Þannig að við getum losnað þannig við atvinnuleysi. Það eiginleiki sem önnur launakerfi hafa ekki. Þetta hefur náttúrulega ekki verið prófað í einu marki. En það var til að ná fram makróhagfræðilegum eða þjóðhagfræðilegum markmiðum. Nú, hliðaráhrif hlutaskiptakerfanna að draga úr samningakostnaði og vegna þess að hluti af launasetningunni verður sjálfvirkur og ég ætla að koma svolítið að því á eftir. Það kemur líka fram í að minnka kostnað við að vera sífellt að endurstilla stærð starfsmannahópsins eins og við sjáum kannski vera að gerast með flugumferðarstjóra núna.
þar hafa menn lagt í kostnaðarsama aðgerð við að segja upp og endurráða. Nú reynsla af sjávarútveginum, við skulum aðeins kíkja á hana. Hér sjáum við, og þetta frá samtökum fyrirtæki sjávarútvegi, sjáum við hvernig gengi og aflahlutur sjómanna hafa þróast frá aldamótum og til 2016 og við sjáum þarna að framlegð í veiðunum og aflahlutur og gengi hafa sveiflast mjög mikið og við tökum sérstaklega eftir því á samdráttartímum þarna 2008 til 10 og svo 14 til 16 og þá fyrst aukning frá 2008 þá hækkar hlutur sjómanna á meðan að það gerist ekki annars staðar. Hérna sjáum við þróunina á verðmæti aflahlutsins og berum það saman við vísitölu kaupmáttar launa og við sjáum þarna sjómennirnir í allt öðrum takt heldur en launþegar almennt eru, en sem sagt þetta fylgir afkomunni í greininni þannig að það ekki þannig að þeir séu að knýja fyrirtækin í gjaldþrot á sama tíma og þeir eru að fá há laun. Nú, hlutaskiptin eiga sér langa sögu, það góð tilvitnun í fóstbræðrasögu, það sem hlutaskipti koma við sögu, bara þannig að því sé haldið til haga. Og kannski rétt að nefna það að hluti breytilegs kostnaðar mjög algengur frádráttarliður, sérstaklega í sjávarútveginum annars staðar en á Íslandi. Það eimir eftir af því í íslensku samningum en það nú eiginlega bara nafninu til, en ég þarf ekki að gera það að stórmáli. Nú í fluggeiranum að þá eru árangursgreiðslur þekktar. Flugmenn hafa fengið greiðslu fyrir stundvísi og fyrir eldsneytissparnað, það sem eru ákveðin markmið sem eru sett og ef þeir eru undir þeim að þá án þess að krassa vélinni, að þá fá þeir greiðslu fyrir það. Aðrir flugliðar fá líka greitt fyrir stundvísi, sölu borð og það þess vegna sem að flugþjónarnir eru svona ákafir í að selja okkur eitt og annað og árangur í þjónustukönnunum. Þið kannist kannski við það að hafa fengið tölvupóstum hvernig var þjónustan borð eftir flugferð. Mér finnst nú að reyndar hafi dregið úr svoleiðis fyrirspurnum en það nú annað mál. Þetta flokkast væntanlega frekar sem bónusgreiðslur heldur en hlutaskipti. Hér sjáum við hvernig laun og tekjur í flutningaþjónustu hafa þróast og bláu súlurnar eru rekstrartekjur og starfsmann. Þetta breiðara heldur en fluggeirinn, ég bara fór inn á Hagstofuna þannig að þarna eru líka skipafélögin og einhverju fleiri fyrirtæki sem blandast þarna inn, en hávaðinn af þessu starfsfólki náttúrulega flugstarfsfólki. Og þarna sjáum við það að við erum ekki að horfa á sömu hreyfingu á tekjum fyrirtækjana og launum starfsmannanna eins og gerðist í sjávarútveginum. Og ef við bara skoðum launaþróunina í flutningar á geymslur nú það sem flokkast saman hjá Hagstofunni og ber það saman við heildina. Sveiflukenndu tölurnar eru breytingar frá ári til árs og það skalinn hægra megin og þá sjáum við það að þetta flýtur dálítið saman þannig að afkoman í greininni þó að hún ráðist mjög mikið af gengisþróun og einhverju svoleiðis að þá fara launin í greininni meira eftir stöðunni innanlands heldur en eftir afkomu fyrirtækjanna. Ég setti það þarna inn, það gæti hafa svona aðeins ýtt undir launahækkanir en kannski ekki mikið. Nú hvernig urðu þessar launatölu til? Bara
ef við reynum aðeins að átta okkur á launamynduninni, að þá eru þetta verkalýðsfélög sem að ráða þessu. Á myndinni þá hef ég sett upp blái niðurhallandi ferillinn, hann lýsir það greiðsluvilja fyrirtækjanna fyrir viðbóta starfsmann og síðan mjói blái upphallandi slitrótti ferillinn, hann á að lýsa svona eitthvað hvað fólk væri tilbúið til þess að skipta vinnu, til dæmis að fara úr því að starfa sem hjúkrunarfræðingur yfir að vera flugþjónn eða eitthvað þess háttar. Og það svona einstaklingsbundin launamyndun. Nú það ekki það sem að gerist, heldur það launþegafélög sem að semja, og rauði ferillinn þarna, hann á að lýsa svona því fyrir hagfræðingana þetta jafnnotalína fyrir verkalýðsfélög. Þannig að þau vega saman atvinnustigið á móti laununum, þannig að þau vilja halda launastiginu sem hæstu í þessu tilfelli. Þannig að hér verður einhver samningur þar sem lýst hérna, þar sem að launin eru talsvert hærri heldur en þau yrðu ef að það væri samið við flugfólkið á einstaklingsgrundvelli. Og þetta svona bakgrunnurinn, og það sem að þarf til þess að viðhalda þessu, það náttúrulega að verkalýðsfélagið verður að hafa þarna eitthvað tæki, verkfallstæki til dæmis, og síðan þurfa að vera þarna forgangsréttar ákvæði til þess að þau geti komið í veg fyrir það að það sé frjálst flæði fólks inn í þessa grein. Nú, tilgangurum með því að draga fram þessa mynd að velta fyrir sér hvað gerist nú ef að það verður allt í einu aukning á eftirspurn eftir flugfólki. Og ég ímynda mér sem sagt að þetta sé bara skammtíma eftirspurnaraukning, og þá staðan náttúrulega þannig að flugfélögin eru með ákveðin fjölda flugvéla, geta ekki aukið kapasitetin sérstaklega mikið. Þannig að ég læt það koma fram í því að þessi ferill, greiðsluviljaferillinn, hann snýst þennan punkt niðri á ellásnum. Og það sem að þá kemur upp það að verkalýðsfélögin þau þurfa að taka afstöðu til þess aftur, hvað viljum við gera, og eins og ég hef dregið þetta upp hérna, þá myndu þau kannski vilja fækka starfsmönnum og hækka launin. Nú erfitt að ná því fram að fækka starfsmönnum, þau þurfa að ná svona löguðu fram í gegnum félagsfund, þannig að ég set þetta þannig fram að þeir reyna að halda óbreyttum starfsmannafjölda en ná fram launahækkunum, og það þá þegar að eftirspurnaraukningin verður, og þá gerist það. En hvað gerist þó þegar að eftirspurnin fer í hina áttina, ef það verður greiðsluviljaminnkun hjá flugfélaginu? Já, þá eru verkalýðsfélögin ekki tilbúin til þess að lækka launin, en atvinnurekandinn getur náttúrulega sagt upp starfsfólki og gerir það í stórum stíl. Þannig að lærdómurinn af þessu sá að stefnumið verkalýðsfélagsins ræður miklu launastigið. Ef greiðsluviljaferill vinnuveitandans brattur auðvelt að ná fram háu launastigi án mikils atvinnuleysis. Og ef að greiðsluviljinn eykst, skyndilega koma fram auknar launakröfur. Ef að greiðsluviljinn minnkar, þá kemur til uppsagna. Þannig að það svona ákveðið ósamræmi í viðbrögðunum við hækkun og lækkun þarna. Nú, við getum farið og staðreynt þetta með ýmsum hætti. Við sjáum að flughóparnir þeir semja hvor og eftir öðrum, og það koma svona bylgjur. Hérna tók ég af vef ríkissáttasemjara. Ég ætla ekki að dvelja lengi við það. Hér bara til að minna okkur á það að 2014 þá voru sett lög á verkfallsaðgerðir flugmanna hjá Icelandair. Þannig að þessar deilur lenda gjarnan í óleysanlegum hnútum. Gylfi Dalmann segir hérna í grein sem hann skrifar, hann hefur rannsakað þessi átök mjög mikið, að fámennir en mikilvægir hópar,
þeir leggi mikið upp úr háum launum. Nú, vinnuveitandinn reynir að segja að launahækkanir séu óraunhæfar vegna þess að þá fari þær á hausinn og iðulega hefur því nú verið tekið sem blöffi en svo sjáum við að það nú kannski ekki alltaf blöffað í þeim efnum. Bara lítil áminning hér frá júní 2017 að þá er hérna fréttabréf Félag íslenskra atvinnuflugmanna að segja frá því að 200 flugmönnum og flugstjórum var sagt upp mitt ár vegna sveiflu inn í haustið. Nú þannig að við getum svona sett fram stílfærð sannindi þróun fluggreina launa að einhverjum tímapunkti þá losna kjarasamningar flestra fluggreina. Ef að framlegð í flugi er góð, mikil greiðslugeta, þá fara með fram á lagfæringar, geta farið í hart með verkfallsboðun og það verður fljótt mjög harkaleg deila út úr því sem oft er leyst með lagasetningu eða einhverjum viðlíka valdboðsaðgerðum. Nú aðra fluggreina fylgja síðan og eftir, flugumferðarstjórar eru kannski ekki alltaf í takt við hina en koma þarna annaðhvort á undan eða eftir. Nú ef að framlegð í flugi fatast einhverju hluta vegna að þá er flugfólki sagt upp í stórum stíl. Spurningi sem að vakna þá er hægt að losna við kostnaðarsama kjaradeilur með hlutaskiptum. Ég vil taka það strax fram að það er ekki hægt að kópera hlutaskiptakerfið í sjávarútvegum beint yfir í fluggeirann. En samkvæmt sögusögnum að þá er verið að taka ákveðna þætti inn í kjarasamning flugmanna. Og hérna, afsakið þetta. Nú, þannig að sögurnar segja það að þeir hafa samþykkt verulega launalækkun gegn því meðal annars að fá hlutdeild í EBITDA þróun Icelandair eftir því sem að tíminn líður. Þannig að hlutaskipti eru þarna að læðast inn hjá fluggeiranum. Af hverju gætu flugmenn samþykkt þetta? Þeir hafa náttúrulega ekki marga aðra staði að fara á til þess að fá vinnu núna. Og hérna þeir sjá það fyrir sér að þeir geta sparað sér verkfallshótanir hérna í framtíðinni með því að ganga frá því með hvaða hætti launin muni hækka frá þessu lága stígi sem þeir eru búin að semja Hér er hérna aðeins hérna á hverju ég byggi þetta úr fréttablaðinu frá 12. maí 2020. Ég ætla nú ekki að lesa það fyrir ykkur. Ég ætla að sleppa þessu. Nú, það eru fyrirmyndir annars staðar frávarðandi að taka afkomu flugfélaga inn í tekjur hérna flugliðana. Southwestern og Continental hafa notað bæði bónusa og einhver form hagnaðarskipta til að umbuna starfsfólki sínu. Þetta eru félög sem að leggja mjög mikið upp úr starfsmannaánægju og ánægju viðskiptavina. Á hinum endanum höfum við Ryanair sem að lágmarkar áhafnarkostnað og jafnvel veltir hluta af þjálfunarkostnaðinum yfir á starfsmennina sjálfa, þannig að þeir byrja gjarnan að vinna hjá þeim í skuld. Ég ætla að sleppa þessu. Nú, við sjáum að Isavia er að beita svona, hvað ég var að segja, hlutaskipta hugmyndum á sínum vettvangi núna þar sem að þeir hafa sagt upp öllum flugumferðarstjórum og endurraðað þá í 75% starfi sem þeir hreyfa ekki við laununum en náttúrulega 75% starf gefur bara hérna 75% af fullum launum, þannig að það má segja það að þeir eru svona að líkja eftir þessu, en það er náttúrulega mjög dýr aðferð með að búast við og það getur jafnvel lent í allavega fyrir félagsdómi innan ekki mjög langs tíma með tilsvarandi lögfræðikostnað og svo framvegis.
Nú þannig að ef ég reyna að koma með einhverjar ályktanir og ábendingar, þá getum við spurt að draga hagnaður og hlutaskipti úr atvinnuleysi eins og Weizmann heitinn hélt fram. Já, ég held að tilraunin hafi ekki verið gerð í nægjanlega stórum skala til að skera úr það, en hagnaður og hlutaskipti breyta grunnatriðum í launamynduninni. Og við sjáum það á samanburðunum á sveiflunum á launum sjómanna og launum þeirra sem að vinna við samgöngur og flutninga. Og við sjáum líka að verkföll hafa verið og erfiðir kjarasamningar hafa einkennt fluggreinina, allavega þeirra vel gengur, og það fullt tilefni til þess, held ég, fyrir þá sem að standa að samningum beggja vegna borðsins, að reyna að draga úr þessum tilefnum og taka þann þrýsting af greininni. Og síðan náttúrulega við sjáum hvernig flugfélögin bregðast við með uppsögnum þegar að ábjátar. Það þýðir það að þjálfunarkostnaðurinn þeirra, hann þar með meiri en ella vegna þess að alltaf heltast einhverjir úr lestinni af þeim sem að sagt upp og fara til annarra starfa til annarra flugfélaga, og þá þarf að leggja í þjálfunarkostnað vegna þessara aðila, og hann verulegur, það verið að tala um 30-40.000 dollara, sem þriðjunga árslaunum eitthvað svoleiðis, eða jafnvel meira, í þjálfunarkostnað fyrir flugmenn. Þannig að þetta nú mjög hratt farið í gegnum þetta efni sem að ég hafði, sem sagt, að það gæti verið í ljósi þróunarinnar ástæða til að líta á að breyta uppbyggingu launasetningarinnar í fluggerðunum. Þá ég búinn. Þakka fyrir þetta, Þórólfur. Þá myndum við næst fá Svein Agnarsson til þess að ræða eins þetta við okkur. Takk fyrir, heyrðu ekki vel í mér? Jú, bara mjög flott. Takk fyrir, þetta var áhugavert og þessi hugmynd þessi hlutaskipti kemur frá Weizmann upp úr 1980 en hefur einhvern veginn ekki eins og Þórólfur talaði ekki náð fylgi. Við sjáum þetta að vísu hjá sjómönnum og við sjáum þetta líka í einstökum hópum, sölumönnum, ýmiss konar. Og það sem kannski athyglisvert ef maður hugsar þetta með sölumennina, þá þetta bundið við hópa þar sem að fólki getur sjálft ákvarðað raunverulega hversu mikið það leggur sig fram. Þannig að það algjörlega bundið við, þetta fyrirkomulag algjörlega bundið við þeirra eigin framistöðu. Mér var að hugsa að kíkja þess á þetta frekar frá sjónarhóli launþega og af hverju geti launþegi verið hikandi við að taka þetta inn. Þórólfur nefndi réttilega að það dátti verið að kúpla út verkalýðsfélögunum með þessu fyrirkomulagi og það geti verið ein ástæða fyrir því að launþegar væru hugsanlega hikandi. Önnur ástæða svo að eftir því sem mér kemst næst þá í upphaflegu hugmyndum Weizmann var ekki ráð fyrir því að ef að til dæmis það myndi verða mikil aukin eftirspurn eftir vinnuafli, þá myndi það koma fram í því að laun myndu lækka. Og það svona dálítið öðruvísi heldur en kannski í venjulegum geirum þar sem við búumst við því að laun kannski myndi frekar hækka ef að væri mikil eftirspurn eftir vinnuafli. Og það af því að þetta þá ákveðin hópur sem að það verið að líta á launþega sem ákveðin hóp að þeir fá bara hlutdeild í hagnaði fyrirtækisins og ef þeim fjölgar þá kemur minna í hlut hvers og eins. En auðvitað það spurning það hvernig maður myndi gera, hvernig maður myndi setja hlutaskiptakerfið upp, hvernig maður myndi tengja það við hagnað per mann eða hvernig það væri. Önnur ástæða líka fyrir því að launþegi gæti verið hikandi að hann hefur kannski með þessu móti þá verið að færa áhættu töluvert yfir á hann, þar að segja áhættu það hvernig laun geta þróast í framtíðinni. Og hann hefur því ekki kannski, það eru meiri sveiflur í hugsanlegum launum heldur en ef hann á fastlaunasamningi og það raunverulega verið að færa sveiflurnar sem að gætu verið á atvinnustigi, þar að segja
hættuna á því að fólk verði atvinnulaust, sem á þá kannski eingöngu við ákveðinn hluta launþega, að henni í staðinn fundinn farvegur þannig að það verður meiri sveiflur í væntanlegum tekjum launþega allra, ef þeir eru allir inni í svona kerfi. Þannig að það gæti líka verið erfitt fyrir launþega að taka því. Það líka spurningum hvernig þetta sett upp í upphafi, við hvaða laun miðað. Þau eru kannski ekkert höfð mjög há vegna þess að það eru kannski góða líkur til þess að fólk geti haft enn betri laun þegar tekið tillit til þessara bónusa sem það fengi. Og það gæti hugnast illa fólki sem væri með háar tekjur, sem væri það hálaunafólk innan viðkomandi fyrirtækis. Það má líka velta fyrir sér hvort að sko, því þetta bundið við, ef þetta væri sett upp á fyrirtækjabasis, þá væri þetta bundið við frammistöðu fyrirtækisins í heild, en ekki einstakra starfsmanna. Þannig að fyrirtækið í heild verður að skila góðri afkomu til að launþegar njóti þessa bónusa. Og þá spurning hvernig á maður að tryggja það að reikningar fyrirtækisins séu réttir, að það sé ekki eitthvað fiff í gangi þar sem að kannski stjórnendur reyna að koma í veg fyrir það að fyrirtæki sýni jafngóða afkomu og ella. Sumir hafa bent á að það væri þessum best að láta þetta kannski gilda skráð fyrirtæki á markaði, en það eru svona ýmsar vangaveltur tengdar þessu. Þannig að frá launþega sjónarmiði þá gæti þetta vissulega verið fýsilegu kostur og við sjáum til dæmis hjá sjómönnum að þar hafa þeir haft, ef maður tekur uppsafnað tímabili kannski frá 2000 til okkar daga, þá getum við ímyndað okkur að þeir hefðu haft miklu hærri tekjur heldur en venjulegu launamaður. En það ekki bara vegna þess hvernig hefur gengið í sjávarútveginum, heldur það þar að segja afkomunni, heldur afkoman hefur ástaldið af því að það hefur átt sér stað ákveðin rationalisering í flotanum. Fólki hefur fækkað og skipum hefur líka fækkað, þannig að sú þróun kannski pínulítið bundin við sjávarútveginn og launþegar í öðrum atvinnugreinum myndu kannski vera tvístígandi og velta fyrir sér hvort það væri líklegt að sams konar þróun gæti gerst hjá þeim sem að myndi þá auka þeirra tekjur. Svo kannski getur maður aðeins velt fyrir sér sko hvers konar, við erum hér að tala flug eingöngu og við erum að hugsa að flugmenn og flugumferðarstjórar og aðrir sem vinna við flug, að þeir myndu kannski fara inn í svona kerfi. Sumar af þessum greinum eru eins og Þórður mælti talar réttilega með mikinn kostnað við þjálfun, sérstaklega kannski flugmenn. Þannig að ef það meiri óvissa varðandi framtíðartekjur, þá eru náttúrulega flugmenn hugsanlega ófúsari til þess að leggja í mikinn kostnað við þjálfun. Þannig að þá þyrfti einhvern veginn að koma því fyrir þannig að kostnaðurinn við að ná sér í réttindi, að hann myndi kannski deilast meira á milli flugfélags og flugmanna, svo dæmi sé tekið. Þannig að það eru svona ýmis atriði sem að ég get ímyndað mér að launþegar gætu pínulítið verið að setja svona spurningamerki við. En ég ætla ekki að hafa þetta lengri heldur, gefa nafna mínum orðið. Já, takk fyrir þetta, Sveinn Agnarsson. Þá kannski rétt að Sveinn Hjörtur taki við. Já, komið sæl. Ég vil þakka Þórólfi fyrir greina gott erindi. Varðandi spurningunum þá hvort að hlutaskiptakerfi geti verið víðar enn í sjávarútvegi og þá eins og í flugrekstrinum, að þá það uglust hægt svona tæknilega séð að koma á slíku kerfi, en það er náttúrulega skilgreina ýmsa parametra áður en að hægt að komast þangað. Mín reynsla af hlutaskiptakerfum úr sjávarútveginum. Ég starfaði við samningagerð í 30 ár á þeim vettvangi og þá sem fulltrúi atvinnurekanda, þannig að kannski mín sjónarmið mótast kannski af reynsluheimi atvinnurekandans í þessu samhengi. Og það má segja að hlutaskiptakerfi almennt í fiskveiðum gegnum gangandi og þau eru með ýmsum hætti.
eins og í íslensku sjávarútvegi þá eru náttúrulega ýmsar hefðir og kannski ef maður byrjar á því sem erfitt með hlutaskiptakerfi, það þegar þú þarft að breyta þeim vegna breytinga í umhverfinu. Ef til dæmis fjárfestingar vega orðið þyngra í rekstrinum heldur en áður og tekjum möguleikarnir og samkeppni kallar á slíka fjárfestingar að þá þarf ofta að breyta þessu hlutfalli launa í sjávarútveginum og mér sérstaklega ofarlega í huga í samningunum 2004 að þá vorum við með 40 loðnuskip sem að voru orðin úrelt með 15 menn í áhöfn og við þurftum að finna leiðir til þess að gera útgerðum kleift að beggja megin borðs, að fara inn í nýfjárfestingu á uppsjávarskipum sem væru sambærileg við það sem okkar skip voru að gera og voru kannski með 6 til 8 menn í áhöfn en við höfum áður verið með 14 menn í áhöfn. Og þá þá getur það verið mjög erfitt að þau eru ekki þjála þýleitin til að breyta þeim einfaldlega, en okkur tókst þá að koma til móts við nýjan tíma eftir það samningaferli tók 10 mánuði að semja þannig að útgerðirnar gátu yfir höfuð farið í að fjárfesta í þessu skipum. Ef maður skoðar kjarasamninga útvegsmanna og sjómanna sem samsama áratugarsamningum, þá sér maður í þeim 13 eða 14 greinum sem þær eru að ákveðnir kaflar samningsins hafa ekki breyst og það hefur aftur leitt til þess að ákveðna veiðigreinar bara kjarasamningslega hafa ekki fylgt tímans rás og kannski endurnýjun í skipum sem falla undir þessa greina það ekki orðið. Þetta er svona varðandi það sem varhugavert og þá kemur líka aftur að þessu að þú ert með flugvél sem að fljúga með 100 manns og fer svo yfir má ég flytja yfir það og fer svo að fljúga sömu rútu með 300 manns, að þá kallar það algjörlega grundvallar endurskoðun á þessum á hlutaskiptunum. En það er ljóst að það sem að atvinnurekandinn og sjómaðurinn eiga sameiginlega hagsmuni af því að reksturinn gangi eðlilega og það sé svona sótt á miðin og það sé verið að sækja á sameiginlega mið þannig, þá hlutaskiptakerfi augljós kostur. Og það, eins og ég sagði, það á ekki bara við veiðum hér á landi, þá við alls staðar. Það sem mér er ofarlega í huga er að hafa verið að birtast í blöðum upplýsingar launamál flugmanna eða flugliða og þá sér maður þetta að flugfreyjan er að meðaltali með einhver 500.000 skall, aðstofaflugmaður með 1 milljón pluss eða mínus og svo flugstjórar með 2. Þannig að þetta flugstjórinn með 4 grunnhluti, ef svo má segja. Þannig að þarna kannski komið eitthvað svona viðmið milli stétta og stéttir launþegar horfa mjög til sambærilegra hópa annars staðar, samkeppnisaðila eða því að þetta jú alþjóðlegur markaður flugið og þannig að spurningin þá hvort að þeir myndu taka upp hvort þessi mikil áhugi að taka upp hlutaskiptakerfi í fluginu að þá það náttúrulega alltaf spurningun hvernig umhverfið, hvernig kúltúrin í viðkomandi bransa og það gæti orðið þrautinni þyngra að breyta þannig kúltúrnum. Ég hjó eftir Þórólfi að það þyrfti varðandi aðkomu stéttarfélaga og stéttarfélög sjómanna þau hafa haldið mjög fast utan launamál sjómanna og minni á að erfiðustu launadeilur í íslensku samfélagi undanfarna 2 áratugi hafa einmitt verið í kjarasamningum milli útvegsmanna og sjómanna. Síðast 2016-2017 þá var 10 vikna verkfall og 2001 vorum við með 7 vikna verkfall.
En á milli þessara gríðarlega átaka þá verður svona, vegna annar ástæða, þá er tekist að landa samningum svona á einhverjum svona vitrænum lausnum innan einhvers ákveðins tímaramma. Og það kannski, þetta er kannski, ég hef ekki mikla reynslu í fluginni, aðeins komið fyrir áratugum síðan að borðinu þess að var að fjalla launakjör flugumferðarstjóra. Og þá upplifði ég oft hugsað til þess á liðnum árum, þá upplifði maður líka þessa gríðarlegu samningahörku og eftirfylgni sem í þeim geira gagnvart atvinnurekendum. En til þess að hafa það nú ekki of langt, að þá er meginmálið þetta að í okkar upplýsta samfélagi þá erum við með allar þessar helstu kennitölur fyrir rekstur. Í nútíma samfélagi þá liggur vasabókhald ekki lengt til staðar. Þetta eru hlutfallstölur, laun, olía, fjárfestingar og svo framvegis sem að liggja nokkuð ljóst fyrir og ef aðilar eru sem meðvitaður að launaþátturinn hann má ekki vegna samkeppnisformda að fara út fyrir ákveðið hlutfall af þessu, þá er til dæmis þá er ýmsir möguleikar í stöðunni að koma þar við hlutaskiptakerfi til þess að halda þessa harmoníu, en það getur verið vandamál ef það eru tæknilegar breytingar, auki vægi fjárfestinga að breyta þessum hlutfallstölum. Það er það sem maður svona horfir fyrst og fremst á. Þannig að núna í þeirri stöðu sem við erum varðandi flugið, ég meina það er kannski ekkit endilega kjaramáli sem að, engar tekjur og allt stopp út af því. En ein tala er mér ofarlega í huga, eða hlutfallstala, og það er launakostnaður milli Flugliða og Ryanair, eða þessar lággjaldafarþega, flugfélaga. Þar segja fjölmiðlar að meðan að þessi hlutfallstala sé 30% hjá Flugliðum, þá séum 17% hjá lággjaldafarþegum flugfélagum. Og þá ertu komin inn í umhverfi sem er svo vilt samkeppnisumhverfi að það þarf eitthvað gríðarlega mikið að koma til þess að jafna þennan mun. Því það er ekkert sem segir að hefðbundið flugfélag geti til lengri tíma keppt við flugfélag á sömu rútum sem er með 17% launahlutfall á meðan að það er með 30% launahlutfall. Þá erum við farin að tala strúktúrvanda sem krefst gríðarlegra átaka til að breyta ef þú ert komið með hlutaskiptakerfi. Ég er ekki að segja að það sé ekki hægt, en það er heilmikið mál. Þannig að það er mjög mörg álitaefni sem að snúa að því þegar að móta á launakerfi á vinnustað og ég er svona, mín reynsla segir mér að það er kúltúrinn í því vinnuumhverfi sem viðkomandi aðilar eru að vinna í og hvað þeim finnst þægilegt til þess að komast á endapunkt við samningaborðið. Og augljóslega er þetta núna að gerast hjá flestum flugfélögum allt í kringum okkur og flugleiðum líka. Og það líka mjög erfitt að taka á svo drastískum breytingum sem við erum að horfa á. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Þakka bara fyrir þetta erindi af Þórólfs. Ég held að það var mjög þarft gott að fara í gegnum þetta. Já, takk fyrir þetta, Sveinn Hjörtur. Það kannski hefur ekki komið nógu vel fram í upphafi að þeir sem eru með okkur að fylgjast með mega endilega varpa spurningum á Þórólf og Sveinana 2. Það er svona ákveðið missir af því að Þórólfur er mjög duglegur að spyrja þegar hann fylgist með og það er ekki hægt að leita til hans í því núna. Hæ, Þórhildur hérna. Hæ, kynna þig aðeins bara takk. Já, ég heiti Þórhildur Jensek og er lektor við hagfræðideild, nýbyrjuð. Og ég var að velta fyrir mig, ég var að horfa á grafið þitt, Þórólfur, þar sem varst að lýsa í byrjun, þessum framboðs- og eftirspurnaferlum og tala verkalýðsfélögin og mér finnst svolítið
svona skín í gegn að það sé eiginlega enginn kannski að huga mikið að því að hafa fulla atvinnu. Það er svona verið svolítið að tala mikið um launin og í þessu erindi líka hlutaskiptaleið. En í tilviki Icelandair þá veit ég að það eru margir flugliðarnir sem að myndu gjarnan vilja vinna hlutastarf og það var alveg lagt blátt bann við það hjá Icelandair áður en þetta reið allt yfir núna og allir áttu að vinna, eða allir þeir sem gátu áttu að vinna 100% vinnu. Þannig að ég hef bara velta fyrir mér einhver leið, sko að fyrir utan launina, það sé hægt að einhvern veginn nota líka það bara hlutfall í starfi. Það var nú talað um að allir, var ekki flugumferðarstjórar hefur verið ráðnir aftur í 75% vinnu. Þetta var líka gert eftir fjármálakrísuna, að fólk var að lækka sig svona þvert á allt. Er það einhver möguleiki að hafa einhvers konar, ekki bara semja um launin, heldur líka að hafa eitthvað svona sveigjanleika í starfshlutfallinu? Já, nú fer það svolítið eftir aðstæðum og hverju vinnustað fyrir sig. Ég þekki ekki alveg ástæðuna fyrir því að Icelandair vildi hafa starfsfólk í 100% starfi. Kannski vildur einhvern veginn, ef maður segir innan gæsalappa, reynsa til, þannig að þeir væru með dedikeraðri hóp heldur en að þeir hefðu. Væntanlega hefur það einhvern veginn verið til þess að minnka starfsmannaveltu eða eitthvað þess áttar. En ef út með hlutaskipti og það, Hjörtur þekkir það náttúrulega betur úr sjávarútveginum, en þar er algengt að þú sést með skiptiáhafnir og þess sem að menn koma deila með sér störfum ef við berum það saman við fyrri tíma sem er nú kannski ekki alveg réttlætt að gera. En á margan hátt að þá býður hlutaskiptakerfið meira upp á svona sveigjanleika þar sem að þú hoppar inn og hoppar út eftir því sem að þér hentar. En það er alveg réttmætt sem að Sveinn Hjörtur benti á og Sveinn Agnarsson held ég hefði nú nefnt að kannski með þjálfunarkostnað að það gæti kallað á einhvers konar skiptingu. Það voru glærur þarna sem að ég sleppti að fara yfir en suma lággjaldaflugfélögunum að þau láta sína starfsmenn eiginlega borga fyrir þjálfunina, þannig að flugmennirnir að byrja í 30.000 til 60.000 dollara mínus hjá þeim og síðan er það tekið af þeim í hverju mánuði eftir sem að mér hefur skilist. Og sama reyndar með áhöfnun aftur í að það þarf að þjálfa flugþjóna fyrir hverja vélategund og þá hafa, held ég, Ryanair látið þá borga það sjálfa. Þetta tíðkast ekki hjá Icelandair, en við sáum að þeir hafa svona verið að gera einhvers konar tryggðarsamninga við nýja flugmenn þegar þeir fá típuviðurkenningu að þá skuldbindu þeir sig til að fara ekki að vinna annars staðar á einhverjum ákveðnum tíma. Þetta kom nú sérstaklega til þegar að WOW fór að fljúga. Þannig að þarna eru margir endar á þessu og hlutaskipti eru ekki heildarlaust. Það má segja það að öll launakerfi, þau eru slæm. Það er bara spurningum að finna það sem er minnst vont með einhverjum hætti. Takk. Já, viljið þið hinir Sveinn bæta einhverju við þetta eða ef að hleypa kannski Ásgeiri Brynjar að því síðan er þarna spurningum? Nei, ég hef engu við að bæta. Ég þarf líka að þjóta, þannig að takk fyrir. Takk fyrir. Sástu bara að ég unmjútaði mig? Já. Herðu, ég ætlaði bara að skjóta inn einni athugasemd í framhaldi af umræðunum. Alþjóðavæðingin sem Sveinn Hjörtur myndist nú aðeins á. Ég held að það skiptir svolítið máli að bæta henni inn í þetta samhengi og sérstaklega heimskreppuna og kreppuna í fluginu. Ef að maður sér fyrir sér eins og flugfélögin eru farin að leigja vélarnar í staðinn fyrir að eyða þær, að þá er alveg eins með áhafnir. Það er nú ekki ef að
flugvélategund verður bönnuð og Airbus í staðinn, að þá getur verið miklu auðveldara bara að leigja erlendar áhafnir sem kunna á Airbus í staðinn fyrir að fara að endurþjálfa og þar með skiptir sem sagt, þjóðerni starfsmannanna minna máli, enda hafa flugmenn ólíkt sjómönnum kannski átt auðveldara með að fara á milli landa eftir starfi, en núna erum við að sjá fram á svona mikið samdrátt í greininum heim allan og það verður væntanlega nóg framboð á flugmönnum með þjálfun í þær vélar sem verða leyfðar. Þannig ég hef bara svona áhuga að heyra viðbrögð Þórólfs við þessum vinkli í viðbót og áhrifin á hlutaskiptin ef þau eru eitthvað mögulega. Takk fyrir. Já, alþjóðavæðingin, sko það nú veit maður ekki hvað hérna svona sögusagnir sem að einhverjir í fjarlægð frá hérna þeim sem að raunverulega semja setja á stað og hvað ekki, en sko við þekkjum það hvernig til dæmis Norwegian hefur farið í kringum háan áhafnakostnað í Noregi. Ég flaug til Alicante í fyrra vetur og hérna þegar ég kom borð með Norwegian og þegar ég kom borð í vélina þá var ég næstu búinn að ávarpa flugfreyjuna sem tók á móti mér á norsku sem betur fór gerði það ekki vegna þess að hún hefði ekkert skilið. Sú vél var gerð út frá hérna Spáni og ég held að þeir hafi hreinlega flutt hlutastarfseminni til Spánar. Sama var með ástralska flugfélagið, sem man ekki svipinn hvað heitir, að þeir fluttu hluta af fyrirtækinu til Bangkok í Tælandi til þess að nýta sér lægri áhafnakostnað. Þetta hefur verið, íslensk flugfélagi hafa ópererað svona og hérna flugþjónarnir fóru í hart við að reynda að fara í hart við Primera út af því og komist nú reyndar ekki áfram með það áður en að Primera fór á hausinn. En þeir voru þá með áhafnir annars staðar frá. Það dugði þeim ekki að vera með lægri áhafnakostnað heldur en hinni til þess að haldast á floti. Íslensk eða hjá Icelandair þá eru sem sagt Félag íslenskra atvinnuflugmanna og hérna Flugfreyjufélag Íslands eru með forgangsrétt að störfum þar. Þannig að ef að Icelandair ætlar að starfa sem íslenskt flugfélag þá eiga mjög erfitt með að flytja hlutastarfsemi til útlanda. Og við sjáum að það verðmætt að vera að tilheyra ákveðnu landi núna þegar að löndin að grípa til aðgerða til þess að bjarga flugfélögum. Ef að Icelandair væri með höfuðstöðvar á Írlandi eða einhvers staðar annar staðar, þá myndi þeim líklegast til ekki ganga eins vel að fá bakstuðning frá stjórnvöldum eins og núna. Þannig að þetta ákveðin klemma þarna varðandi áhafnakostnaðinn og síðan hvernig félag eins og Icelandair brýst út úr því. Ég sé ekki neina augljósa niðurstöðu í þeim efnum, en það alveg rétt sem að þú segir, Ásgeir, þetta skapar viðbótar vanda og ég held að við séum ekki búin að sjá endanlegu lausnirnar í þeim efnum. Takk. Mig langaði að spyrja Sveinhjört eiginlega út til að grípa hana bolta þarna, hvernig þetta hefði komið út þá gagnvart sjómönnum þegar var farið yfir í hlutaskiptin, því að þannig séð þá væri hægt að gera út frá öðru landi þannig séð starfsmannalega. Já, þá með lægri launakostnað. Það nú ekki hægt sko, vegna þess að gildandi kjarasamningar sjómanna við sjómannafélögin eru lágmarkssamningar á fiskveiðum á Íslandsmiðum, þannig að það er ólöglegt að fara undir á. Og það svo sérstakt með í svona megindráttum og yfirleitt að það má segja að það sérstakt við sjómannasamningarna og hlutaskiptasamningarna að þetta eru gildandi samningar. Þetta er ekki bara eins og víða annars staðar á vinnumarkaði, þetta er eitthvað viðmið, lágmarksviðmið og
svo eru menn svona hist og her út frá því. Hlutaskiptakerfið, það er notað við það eins og segir í bókinni, sko. Og þannig að þetta, til þess að gera langt svar stutt, það er bara kjarasamningar í gilda, íslenskir, á Íslandsmiðum, á íslenskum skipum. Akkurat, ok. Já, takk fyrir það. Eru þá einhverju fleiri sem að vilja leggja orð í belg? Ég vissi svo sem að Sigurður forstjóri Hagfræðistofnunar hefur skoðun á þessu, hann gefur sig bara fram með að hann vill það. Jæja, það er við þurfum ekkert að svo sem að vera til 12, þannig að það er já, ef það er ekki fleiri. Ef það er enginn sem biður orðið, þá er það eitt, sko, getur þetta er kannski svona þjóðlegu nótum, sko, Ég held að við höfum náttúrulega á undanförnum áratugum frá því að flugið hófst, þá er búið að byggja hér upp grunna af þekkingu. Við eigum mjög marga hæfa flugmenn. Og það er ekki bara Icelandair, það eru fullt af öðrum íslenskum flugfélögum með hagsmuni sem ekki einu svona starfa hérna á Íslandi, til eins og Atlanta og þannig að ég held að sko til síðum og síst að þá séu sko íslenskir flugmenn og íslenskir starfsmenn, þeir séu samkeppnishæfir á alþjóðlegu markaði. Og við erum mjög gaman að fylgjast með því til dæmis í sambandi við þetta cargoflug sem er núna til Kína. Þar tekur Schenker flutningafyrirtæki til þess hvað sé gott að eiga við íslenska flugmenn vegna þess að þeir hafi þetta eðli Íslendings að bregðast við mismunandi aðstæðum og vera ekki mjög afmarkaðir þegar það kemur að þeirra verklýsingu. Þetta er þessi gríðarlega verðmætt og maður getur ekki annað en dást af því að þeir eru náttúrulega komnir með þessar stærstu vélarnar í vinnu í flutningum og þannig ég hef ekkert svo miklar áhyggjur af því. Áhyggjurnar er þessu að samkeppnin er svo gríðarlega í ferðaþjónustunni og í flugrekstrinum og þetta er svona, það er verið að gera út á sko tragedy of the commons að vera að bjóða í þessa síðustu ferðamenn í samkeppni með lægri og lægri fargjöldum og hún er svo grimm þessi slagur er svo grimmur að það spurning hvað er hægt að setja upp skilgreiningar þannig að þetta verði ekki svona algjörlega bara villt að vestri. Ég er ekkert viss að þetta sé sú frjálsa samkeppni sem menn er að leita eftir þegar þeir eru að klóra svona og augum hvor öðrum. Og þá koma náttúrulega bara svona ákveðnir svona öryggishagsmunir Íslands upp í hugann, þessi slagur milli WOW og Icelandair. Þegar WOW kom inn á markaðinn en skamma tíma þetta náttúrulega lítur að skilja eftir sig alveg svakaleg. Bara náttúrulega eins og eftir orustu. Og maður spyr sig sko, ég meina, er það þetta sem við viljum? En punkturinn er þetta með atvinnugreinina að Íslendingar eru eftirsóttur vinnukraftur og það virðist eiga við ekki síður í fluginu. Nei. Er það ekki ágætt lokaorð? Það virtist alltaf ekki vera mikil eftirspurn eftir orðinu áðan? Nei. Ég vil kannski segja svona að lokum að náttúrulega fólk fer í flug og situr þarna með starfsfólkinu í 3 til 6, 8 tíma og svo þjónusta og með hvaða hætti hún er veitt hefur áhrif á heildarupplifunina. Það er það sem að Continental og Southwestern er að leggja áherslu á að sé svona sölupunktur og að það fari þarna saman svona
hvað á maður að segja, áhugi starfsfólksins og vilji farþegana til að koma aftur, að það sé auðveldara kannski að vinna með það ef að ávinningnum af starfseminni deilt á milli starfsmanna og fyrirtækis. Þannig að það er partur af þessu sem þetta að fá fólk kannski til þess að borga einhverjum 5-10-15% meira fyrir flugmiðan út á það að þjónustan sé með einhverjum hætti þægilegri og fólk sé ekki meðhöndlað eins og gripir í gripavagni, eins og mér finnst nú þetta eina skipti sem ég flogið með Ryanair að þá fékk ég þá tilfinningu með þessu flugfélagi flýi aldrei aftur. Það er partur af því sem þarna er verið að keppa að búa til þessa upplifun. Einmitt, nú slær klukkan 12. Ég ætla bara að þakka Þórólfi og Svein Hirti kærlega fyrir og Svein Agnarssoni þó hann hafi nú þurft að hlaupa frá. Þá myndi segja þessir fyrirlestrarröð Hagfræðistofnunar COVID að þríleik eins og markaðsstjórinn kallar þetta sé þá lokið og Þórólfur hafi þá lokað hringnum. Og við bara þökkum aftur Þórólfi og Sveini kærlega fyrir þáttökuna og ykkur fyrir að vera með okkur og svo bara bið ykkur vel að lifa. Takk fyrir. Takk svo leiðis.